Ströngustu sóttvarnaraðgerðir lýðveldissögunnar taka gildi á miðnætti allt land. Yfirvöld segja skrefin þungbær en nauðsynleg til að Landspítalinn haldi sjó í þessu erfiðasta tímabili faraldursins hingað til. Fleiri fyrirtæki geta sótt styrki til að halda sér á floti í gegnum faraldurinn samkvæmt breyttum efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar. Fjármálaráðherra segir þær til marks hversu erfið staðan sé orðin, fyrirtækin glími við hrikalegar aðstæður. Minnst 14 eru látin og yfir 400 slasaðir eftir snarpan jarðskjálfta í Eyjahafi undan ströndum Tyrklands. Íslendingur sem býr á þessum slóðum segir skjálftann hafi verið óhugnanlegan. Nærri 150 ára sögu íslenskra frímerkja lauk í gær þegar útgáfu þeirra var formlega hætt. Bréfasendingum hefur fækkað meira en helming og dregið hefur verulega úr vinsældum frímerkjasöfnunar síðasta áratug. Hræðilega nornir, draugar, prinsessur og ofurhetjur voru á ferðinni í dag. Ekki má ganga í hús og biðja sælgæti þetta árið, en margir tóku forskot á hrekkjavökuna, skreyttu og klæddust búningum. Gott kvöld. Aðeins 10 með að koma saman í stað 20 samkvæmt nýrri reglugerð heilbrigðisráðherra sem tekur gildi á miðnætti. 2 metra reglan og grímuskylda gildi nú líka skólabörn. Ekki hefur gengið sem skyldi að hefta útbreiðslu kórónuveirunnar hér á landi. Hópsmit sem uppkom á Landakotsspítala hefur flækt stöðuna enn frekar og sett Landspítalann upp á neyðarstig. Sóttvarnalæknir lagði til hertar samfélagsaðgerðir í minnisblaði til heilbrigðisráðherra í gær. Ríkisstjórnin ræddi þær á fundi í morgun og kynnti síðan reglugerð sem fylgir næstum í einu og öllu tillögum sóttvarnalæknis. Vonast til að hægt verða að aflétta þeim að einhverju leyti eftir 2 til 3 vikur. Og ég fulla trú á því að þær aðgerðir sem við ætlum að kynna hér í dag muni duga til þess að við getum glaðst á aðventunni og sé fram á bjartari tíma. Reglurnar gilda allt land og taka gildi á miðnætti. 10 manns mega nú koma saman í stað 20. 30 mega vera við jarðafarir og að hámarki 50 í lyfja- og matvöruverslunum, þó fleiri megi koma saman í stærri verslunum. Fjöldatakmarkanirnar gilda ekki almenningssamgöngur, störf ríkisstjórnarinnar, alþingis eða dómstóla og þær ná ekki yfir fólk sem býr á sama heimili. Íþróttastarf verður óheimilt, líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, hárgreiðslustofur og snyrtistofur lokaðar. Sviðslistir eru óheimilar, krár verða lokaðar en matsölustæðir mega vera opnir til 9 á kvöldin. Skylt að bera grímu þar sem ekki hægt að tryggja 2 metra reglu milli fólks. Þá gilda reglurnar líka börn eldri en 5 ára, svo nýja reglur skólahald verða kynntar helgina. Þær reglur sem við þurfum að halda okkur við næstu daga eru einfaldar, þó að þær séu erfiðar. Við þurfum að tileinka okkur þessar reglur og hafa hugfast alla daga hvers vegna þær eru mikilvægar. Vegna þess að því betur sem við fylgjum þeim, því skemur þurfum við að búa við þær. Það er eðli þessara reglna. Svona er þetta í hnotskurn. Takmörkum samskipti, hittum eins fáa og við getum, höldum 2 metra reglunni, notum andlitsgrímu, sé ekki hægt að halda 2 metra reglu, þvoum hendur og sprittum. Sóttvarnalæknir ánægður með aðgerðirnar og telur ekki nauðsynlegt að svo búnu að setja á algjört samkomubann eins og í sumum öðrum löndum. Nei, ég held að það sé algjört neyðarúrræði að gera það og ég er ekki viss ég veit ekki hvort að við myndum ná samstöðum það nema að við varum virkilega komin út í horn. Það er ekki komið að því og þess vegna held ég sé tímabært að grípa til harðra aðgerða núna svo við þurfum ekki að lenda í þeirri stöðu. En staðan er náttúrulega slæm bara í heilbrigðiskerfinu, hún er slæmin á Landspítala og líka vegna annarra sjúkdóma. Þannig að við viljum ekki lenda í því eins og suma þjóðir eru að lenda í að þurfa kannski að flytja og leggja inn sjúklinga inn í húsnæði eins og íþróttasali eða á staði þar sem ekki þetta annast á nógu vel. Sömu sóttvarnareglur gilda nú á landinu öllu en þær hafa verið strangar á höfuðborgarsvæðinu til þessa. Ágúst Ólafsson Norður Akureyri. Ágúst, þetta verða talsverðar breytingar fyrir ykkur íbúa landsbyggðarinnar. Já, það er satt þetta verða mikla breytingar. Hér höfum við ekki þurft að búa við jafn strangar og mikla takmarkanir og fólk á höfuðborgarsvæðinu.
En smittum hér við Eyjafjörð hefur fjölgað hratt undanfarið og fólk hefur haft þá skoðun hér að það ætti að herða reglur sem nú hefur verið gert. En Óðinn Svan Óðinsson, fréttamaður, tók púlsinn á Akureyringum í dag það sem framundan er. 75 greindust með kórónuveiruna í gær og flestir voru í sóttkví. Nær 1000 manns eru í einangrun með sjúkdóminn og rúmlega 1600 í sóttkví. Yfir 60 manns eru á sjúkrahúsi þar af 4 mjög alvarlega veikir á gjörgæslu. Smitum á Norðurlandi eystra fjölgar hratt. 40 manns hafa greinst þar síðustu 3 daga. 80 eru í einangrun og nær 240 í sóttkví. Þar býr fólk sig nú undir hertar aðgerðir á miðnætti. Í vor þá skiptum við okkur upp í 2 hólf hérna í versluninni og það gekk alveg upp. Þá voru 20 manns, nú eru 10. Þannig að við ætlum svona að reyna að skipta búðinu upp í 4 hólf. Við vorum með planað, við vorum með girðingu hérna, járngerðingu í fyrirlokunni. Við erum búin að sjá að við getum nýtt hana mjög vel í jólaskrautið. Þetta verður bara sett upp og skreitt. Svarar þetta kostnaði, allt þetta umstang og geta tekið við svona fáum viðskiptum? Já, ég vil meina það. Við náttúrulega viljum halda þjónustunni opinni, sko. Ég eiginlega bara verð að segja styð þessa ákvörðun, sko. Er þetta ekkert erfitt fyrir reksturinn? Jú, að sjálfsögðu, en við vonum bara að ríkið bæta okkur upp eins og þeir gera síðast. Það er búið að vera þokkalega mikið að gera. Síminn hringdi mikið eftir þennan blaðamannafund. Og ætlið að hafa eitthvað opið lengur? Það verður opið aðeins lengur venjulega. Sundlaugar á landsbyggðinni hafa verið opnar frá því miðjan maí. Þeim verður nú öllum skellt í lás. Við ætlum að fá að vera frá miðnætti helst. Núna. Já, auðvitað náttúrulega er maður ekki hrifinn af því, sko. Nei, maður er alveg fúll yfir því, sko. Þetta er nauðsynlegt fyrir sálina að komast í sund. Jú, það er mjög gott. Ætlið að vera hérna alveg þangað til lokar? Já. Alveg til 9 í kvöld? Já. Já, það var að nota allan þann tíma sem gerst, en hér hjá mér er Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri hér á Akureyri. Ásthildur, er það vonbrigði að þurfa nú að setja þessi takmörk á landsbyggðinni? Ég held að þýði ekkert að fást vonbrigði eins og sakir standa. Aðgerðirnar eru í mínum huga algjörlega nauðsynlegar og eðlilegar við þessa kringumstæður þegar smitið komur upp í öllum landshlutum. Við þurfum núna að sýna samstöðu og samhygð og það reynir á okkur næstu vikur og við þurfum að sýna þurr autsæju og æðruleysi. Þú hefur hvatt íbúa til að fara varlega og hrósað Akureyringum fyrir að fylgja reglum. Hvað fór úrskeiðis? Ég held að Íslendingar almennt farið að reglum en við sem búum hér norðanlands vorum svo heppin að vera nánast laus við 3. bylgju COVID-faraldursins fram að þessu en nú er hún að hellast yfir okkur á fullum þunga og við þurfum að fara að reglum, sýna samstöðu og gæta að sóttvörnum í hvívetna og vera góð hvert við annað og ég endurtek að við þurfum að sýna æðruleysi og huga því að þetta mun taka smá tíma. Nú þarf að loka fyrirtækjum og takmarka rekstur hjá mörgum. Hefurðu áhyggjur af þessari atvinnustarfsemi? Já, eðlilega hef ég áhyggjur af því að þessar takmarkanir leiði til lokana. Ég hvet fyrirtækin til þess að nýta sér aðgerðir stjórnvalda og fara eftir þeim. Ég vonast til þess að þessar hertu aðgerðir munu verða til þess að þetta klárist hratt og getum nýtt aðvendunum til góðs. Þakka fyrir þetta, Ásthildur. En ríkisstjórnin hyggst hjálpa fleiri fyrirtækjum að halda áfram rekstri í faraldrinum. Lagt verður til að fleiri geti sótt svokallaða tekjufallsstyrki til að bæta upp tap vegna minni tekna og veita á viðspyrnu styrki í framhaldinu og fram á næsta ár. Aðgerðirnar verða kynntar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir helgi. Þingið hefur til meðferðar frumvarp tekjufallsstyrki sem eiga styðja við fyrirtæki sem hafa orðið fyrir verulegu tekjufalli vegna faraldursins frá 1. apríl til 31. október. Frumvarpinu verður breytt. Áður gátu aðeins fyrirtæki með 3 starfsmenn eða færri sótt stýka styrki. Nú er lagt til að tekjufallsstyrki verði veittir fyrir alltaf 5 stöðugildi og að rekstraraðilar sem verða fyrir 40–70% tekjufalli geta átt rétt á styrk fyrir hvert stöðugildi. Þetta er augljóslega að fara að nýtast öllum þeim sem hafa orðið fyrir verulegu tekjufalli. Við erum að lækka viðmiðin, lækka þröskuldin inn í úrræðið.
Við erum að stækka hóp rekstraraðila sem að eiga möguleika og þetta auðvitað á sinn hátt vitnisburður líka bara það hversu alvarleg staðan orðin að útbreiðsla veirunnar sé að valda þetta mikilli röskun í rekstri fyrirtækja í landinu. Viðspyrnustyrkirnir eiga að koma í framhaldi af tekjufallsstyrkjum og gilda fram á næsta ár. Þeir eiga að tryggja fyrirtæki sem hafa vorið fyrir tekjufalli vegna faraldursins geti viðhaldið nauðsynlegri lágmarksstarfsemi á meðan áhrif af faraldursins gætir. Við verðum bara einfaldlega að vera bjartsýn og hafa trú á því að það rætist úr eitt góðan veðurdag. Í millitíðinni að nota það sem við höfum sterka stöðu, við höfum bolmagn til þess að taka mjög myndarlega á málum. Við erum að teygja okkur til ólíkra hópa, við leggjum mjög mikið virði í að skapa viðspyrnu fyrir rekstraraðila sem eru að glíma við þessar hrikalegu aðstæður en þurfa að vera til staðar fyrir viðspyrnuna þegar aðstæður breytast. Þá hefur félagsmálaráðherra hafið undirbúning að framlengingu hlutabótaleiðarinnar og jafnframt hefur Alþingi til meðferðar frumvarp framhald lokunarstyrkja. Og hér Logi Már Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Logi, hvernig horfa þessar hertu sóttvarnaaðgerðir við þér? Já, við höfum ekkert betra að reiða okkur á en okkar bestu vísindamenn, reynsluna og tölvutæknina. Þannig ég held að þetta hafi verið nauðsynlegt skref. Þú hefur gagnrýnt bága styrki til þeirra fyrirtækja sem ekki skylt að loka en missa samt sem áður stóran hluta tekna sinna eins og til dæmis veitingastaðir. Nú virðist ríkisstjórnin vera að bregðast við því eða hvað? Já, ég ánægður með öll skref sem stigin eru til þess að hjálpa þessum fyrirtækjum. En það breytir því hins vegar ekki að ríkisstjórnin alltaf svifasein. Þetta búið að blasa við í fleiri vikur, fleiri mánuði og fyrirtækin búin að þurfa að þola þetta. Ef við tökum nú til dæmis hlutabótaleiðina sem virðist eiga framlengja núna fram á vorið. Það ekki nema mánuði síðan að ríkisstjórnin hafnaði tillögu það í þinginu. Ríkisstjórnin verður að hætta að stunda bara viðbragðsstjórnvöld og fara að reyna að horfa lengra fram í tíma. Logi Már, þakka þér kærlega fyrir þetta og við segjum þetta gott hérna af Ráðhústorginu á Akureyri. Já, takk fyrir það Ágúst og Logi og við ætlum að fara til útlanda. Jarðskjálfti hátt í 7 að stærð var við grísku eyjuna Samos skömmu fyrir hádegi í dag. Minnst 12 létust og yfir 400 slösuðust í Izmir í Tyrklandi og fjöldi bygginga skemmdist eða hrundi. Þessi maður var að spila tölvuleik í Izmir í Tyrklandi þegar jarðskjálftinn gekk yfir. Upptök skjálftans voru í Eyjahafi 16 kílómetra norður af eynni Samos sem tilheyrir Grikklandi en skammt undan ströndum Tyrklands. Þetta þekkt jarðskjálftasvæði. Flóðbylgjur skullu á Samos og urðu nokkrar skemmdir á innviðum. My God! Guys, as you can see, my hand is trembling. Oh God! Oh my God, what's going on? 4 voru fluttir á slysadeild en enginn þeirra slasaðist alvarlega. Mesta tjónið varð í Izmir, 3. stærstu borg Tyrklands. Þar skemmdist fjöldi bygginga og rúmlega 10 hrundu að hluta eða öllu leyti. Lítil flóðbylgja var einnig til þess að flæða fór göturnar. 70 manns hefur verið bjargað, þar á meðal þessari ungu stúlku. Enn unnið að því að bjarga fólki úr rústunum. Stærð skjálftans hefur ekki verið staðfest endanlega en tölur frá 6,7 upp í 7 hafa verið nefndar. Spenna hefur verið milli Tyrkja og Grikkja vegna deilna hafsvæði í Miðjarðarhafi undanfarið. En utanríkisráðherra ríkjanna hafa lofað hvor öðrum aðstoð ef á þarf að halda. Íslendingur sem býr í Izmir segir að jarðskjálftinn hafi verið óhugnanlegur. Fjölskyldan sem býr á 21. hæð hefur nú flutt til vina sem búa á jarðhæð til að geta stokkið út ef harðir eftirskjálftar fylgja þeim stóra. Við varum bara í íbúðunarkar upp á 21. hæð. Við fundum mjög vel fyrir sig. Blokkin dúaði öll, það var svolítið óhugnanlegt en... Hvað gerðist allars? Það kom jarðskjálfti. Já, heldur betur. Hljópum niður úr 21. hæð. Þetta var, ég get ekki lýst þessu, þetta var eins og að vera í rússíbana á 21. hæð. Það allir bara hlaupa út.
og við erum ekki í skóm. Við tókum bara síman okkur og eitthvað dót og hlupum niður tröppurnar og dáum að frutan eins og allir gerði. Þannig að það var þarna saman hann eitthvað 300-400 manns stóði frutan bara. Það var að bíða hvort það kæmi einhverju eftirskjálftar strax eða hvort eitthvað hafi skemmst í húsinu. En sem betur fyrir það var engin einmerki eða neitt í okkar húsi eða í húsunum í kring. Hvernig svona stemningin í borginni? Og það náttúrulega núna bara alltaf fulli að reyna að berga einhverju fólki sem fast í einhverju rústum og það náttúrulega bara sjokk held ég hjá flestum og fólki sem reyna átt að sjá þessu. Ég öll hérna yfir í lokka lífsfélaginu mínu sem býr á jarðhæðinni, þannig að maður getur fyrlega stokkið út að kemur einhver eftirskipti. Man bara alveg í brún, en vorum svona fljóta í afnokkur og nú vorum maður bara að vonast að skaðin sé ekki of mikill í mannslífum og slösuðu fólki. Seðlabankinn var í dag í héraðsdómi Reykjavíkur sýknaður af kröfum Samherja sem krafðist rúmlega 300 milljóna króna í bætur vegna stjórnvaldssektar sem bankinn lagði á fyrirtækið. Samherja gert að greiða rúmlega 3,5 milljón í málskostnað. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, hyggst áfrýja dómnum. Hann höfðaði aðskilið skaðabótamál á hendur bankanum fyrir sömu sakir og þar úrskurðaði héraðsdómur að það hafi falið í sér ólögmæta meingerð gegn persónu Þorsteins að leggja stjórnvaldssekt á hann. Seðlabankinn skal greiða forstjórunum 2,5 milljónir skaðabætur með vöxtum og 200.000 krónur í miskabætur. Faraldurinn og morðið á George Floyd hafa gert misrétti í Bandaríkjunum áþreifanlegra fyrir kjósendur, segir rithöfundur sem lengi hefur búið vestra. Þetta gerir valkostina skýrari í komandi forsetakosningum. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Joe Biden frambjóðandi demókrata eru nú á ferð og flugi þau ríki þar sem munurinn er minnstur, enda aðeins 4 dagar til kosninga. Þeir voru báðir í Flórída í gær sem er eitt mikilvægasta ríkið í baráttunni. Trump ræddi meðal annars COVID-19 faraldurinn í Evrópu. They're spiking up big, they're shutting down, they're locking down. I disagree with that because we're never going to lock down again. We locked down, we understood the disease. And now we're open for business. Mjög heitt var í Tampa í gærkvöld og þurftu nokkrir læknishjálp af þeim sökum. Biden skaut líka föstum skotum. President Trump's super spreader events that he's spreading more virus around the country and here in Florida today. He's spreading division and addition. Division and discord. Birna Anna Björnsdóttir rithöfundur sem hefur búið lengi í Bandaríkjunum segir faraldurinn hafa skýrt valkost í kjósenda. Demókratar eru að boða í rauninni betra velferðarkerfi, meiri samhjálp í Bandaríkjunum, sterkari innviði á meðan repúblikanar eru að boða áframhald á þessari sterku einstaklingshyggju. Þetta stóra mál, þetta risastóra mál í rauninni sem að tengist öllum öðrum málum sem er þetta ofboðslega mikla misrétti sem við sjáum í Bandaríkjunum. Það verður einhvern veginn meira áberandi og meira áþreifanlegt fyrir fólki. Birna Anna segir mótmæli gegn kynþáttamisrétti eftir dauða George Floyds vera birtingarmynd þess sama. Ég held að stóra atriðið sé þetta misrétti sem við sjáum í Bandaríkjunum og hvað í rauninni svona stórt land sem hefur þessa veiku innviði, það er svona komið að þolmörkum að það sé svona mikið misrétti og stórt bil á milli ríkra og fátækra. Tímamótið í sögu póstþjónustu hér á landi í gær þegar útgáfu nýrra frímerkja var hætt. Framkvæmdastjóri hjá Póstinum segir ákvörðunina ekki hafa verið auðvelda. Fyrsta íslenska frímerkið var gefið út árið 1873 eða fyrir 147 árum. Pósturinn hefur séð frímerkjaútgáfu með sérstökum samningi við ríkið. Á síðustu 12 árum hefur bréfasendingum hins vegar fækkað ríflega helming og á sama tíma hefur dregið úr áhuga safnara á nýjum frímerkjum. Þeir voru 15.000 í áskrift þegar mest var en eru 2.000 nú. Pósturinn tók þessuna þá ákvörðun í fyrra að hætta útgáfu nýrra frímerkja til að draga úr kostnaði og þau síðustu kom út í gær. En við áttum útgáfur 2 eftir að búa hannaðir og þær voru svona langt komnar og við ákváðum að gefa þær 2 út á þessu ári. Og þetta er síðasta útgáfan sem kom út í gær, 11 frímerki og það er raun og veru loka útgáfan sem við gefum út af 9 frímerkjum. Þetta eru meðal annars frímerki sem sýna íslenskan jarðargróður, dýralíf og 100 ára afmæli fálkaorðunnar. Ákvörðun var ekki léttvæg af því að þetta er menningararfleið frímerkjaútgáfa og við tölum þetta bara mikið listform og við hefum fengið í gegnum áratugina þekkta listamenn til að framleiða listaverkin á frímerkin og koma þeim í þetta sérstaka form sem að svona smæðin er og annað. Þannig að ákvörðun var ekki léttvæg.
Cecilia segir að þrátt fyrir að útgáfu nýra frímerkja hafi verið hætt verði áfram hægt að kaupa eldri frímerki á pósthúsum. 250 manns í Landssambandi íslenskra frímerkjasafnara. Formaður sambandsins segir miður að útgáfunni hafi verið hætt. Íslensk frímerki hafi margsinnis unnið til alþjóðlegra verðlauna og verið góð landkynning. Hefði verið betra að halda þessari útgáfu áfram? Að sjálfsögðu finnst okkur söfnur það. Ég meina, fyrir tæplega 15 árum síðan byrjuðum við að undirbúa 150 ára afmæli íslenskra frímerkja með því að skipta við Norðmenn á þeim sýningum sem við höldum árlega á Norðurlöndunum. Þannig að við fengjum 2023 til að halda upp á 150 ára afmæli, þannig að þetta er pínu svekk fyrir okkur. Við mátti sjá draugalega skreytingar og furðuverur á varpi í dag. Margir tóku forskot á hrekkjavökuna þótt það sé bannað að ganga í hús í Selgætisleit í ár. Eru ýmsir möguleikar til þess að halda upp á þennan hræðilegasta dag ársins. Hrekkjavakan hefur fest sig rækilega í sessi hér á landi síðustu ár. Verslanir selja ýmiss konar hrekkjavöku varning og búninga og hefð hefur skapast fyrir því að börn gangi í hús úr húsi og banki upp á í vonum gotteri. Í ár verður breyting á því, eins og forsætisráðherra minntist á í dag. En þetta er staðan og framundan er hrekkjavaka sem ég veit að mörg börn hafa hlakkað til. En hún verður eitthvað öðruvísi í ár og hvatning hefur verið send út til barna að fara ekki að safna sælgæti. Við þurfum að glæðast öðruvísi. En það er samt ýmislegt hægt að gera til að halda upp á hrekkjavökuna. Það má auðvitað skreyta inni og úti, það segir búninga og setja á sig grímur. Svo er til dæmis hægt að rölta hverfið, fara í ratleik eða fjarsjóðsleit utandyra án þess að banka upp á hjá nágrönnunum og borða svo nammi heima. Þó að hrekkjavakan sé ekki fyrr en á morgun tóku fjölmargir forskot á sæluna í dag. Krakkar komu í búningum í skólan og margir fóru alla leiði í búningagerðinni. Kennarar við Menntaskólann á Akureyri voru óvenju ógnvænlegir í kennslu dagsins og á Gylfaflöt, þar sem er stoðþjónusta fyrir fatlað fólk, var allt skreytt hátt og lágt. Í leikskólanum Álftaborg var öllu tjaldað til. Þetta er sendur vítibúningur og ég ætlaði að mála henni beinugrindarhúsi. En mamma leyfði mér það ekki. Ég heiti Emil og ég er í draugabúning sem mamma gerði. Við fengum oreokeks og draugamandarínur og graski mandarínur og svo fengum við líka piparkökur og oreokeks með appelsínugulkremi. Það er búin að klippa leðurblökur, það er búin að gera kónguló og vefalstaða og það er búin að gera svona draugamyndir af krökkunum. Þetta er köflun hennar ömmu. Af hverju valdirðu að vera norn? Því að hún er gætileg. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur kvöldsins, skrifar að það gangi í sunnan kalda eða strekking með rigningu eða skúrum í kvöld og nótt en létti til norðaustanlands á morgun. Á morgun dregur smám saman úr vindi og skúrum, bjartviðri á norður- og austurlandi. Vaxandi norðanátt með rigningu austast á landinu annað kvöld. Hiti 2–8 stig. Hrafn fer nánar yfir spá sína að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Keppni hefur verið blásin af í Íslandsmótinu í fótbolta. Valur er því Íslandsmeistari í úrvalsdeild karla og Breiðablik í úrvalsdeild kvenna. Enn ein breytingin var gerð í dag á landsliðshópnum sem mætir Litáin í undankeppni EM í handbolta í næstu viku. Og fótboltagóðsögnin Diego Maradona er orðinn 60 en hann hefur átt afar skrautlegt líf. Helstu atriði fréttanna. Ströngustu sóttvarnaaðgerðir lýðveldissögunnar taka gildi á miðnætti allt land. Yfirvöld segja skrefin þungbær en nauðsynleg til að Landspítalinn haldi sjó í þessu erfiðasta tímabili faraldursins hingað til. Fleiri fyrirtæki geta sótt styrki til að halda sér á floti í gegnum faraldurinn samkvæmt breyttum efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar. Fjármálaráðherra segir þær til marks hversu erfið staðan sé orðin. Fyrirtækin glími við hrikalegar aðstæður. Minnst 14 eru látnir og yfir 400 slasaðir eftir snarpan jarðskjálfta í Eyjahafi undan ströndum Tyrklands í dag. Nærri 150 ára sögu íslenskra frímerkja lauk í gær þegar útgáfu þeirra var formlega hætt. Bréfasendingum hefur fækkað meir en helming.
Hræðilegar nornir draugar, prinsessur og ofurhetjur voru á ferðinni í dag. Ekki má ganga í hús og biðja sælgæti þetta árið en margir tóku forskot á hrekkjavökuna, skreyttu og klæddust búningum. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Fréttir okkar og annað efni má horfa á og hlusta á í spilaranum á vefnum ruv.is og í RÚV appinu. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl og njótið helgarinnar.